Sundabrautaverkefnið átti 50 ára afmæli í fyrra. Þetta er svona eilífa verkefni sem er ílengst innan stofnana yfirvalda sem aldrei hefur getað dáið, og fyrir vikið sitjum núna uppi með verkefni sem er þvílíkt með yfirgengilegt flækjustig og yfirgengilega kostnað, og rauninni mikið lítið af kostnaðinum við hafum gert sér grein fyrir ennþá. Tökum dæmi flækjustigið, þarna að fara í gegnum höfnina, Sundahöfnina, og skerða hennar varanlega. Til þess þarf að fara í gríðarleg kostnað til þess að lágmarka þann skaða. Sundabrautin tengist inn á Sæbrautina á mesta umferðartafa kaflunum. Það hefur beinlínis raunverulega hætta að þeir sem fara í Sundabrauta munu beinlínis sitja í fastir í umferðarteppu á Sundabrautina því komist ekki inn á Sæbrautina. Og til að bæta skrána svart, þá á Sundabrautin að tengjast beint inn á Sæbrautastokkin. Þannig að það eru tvö stór verkefni sem eru að flækja saman, og hvenær á þetta að gerast. Þetta er gríðarleg flækjustig að fara að koma þessi verkefni í gang, og Sæbrautastokkunin er gríðarlega flókið verkefni sem getur jafnvel tafið umferð á Sæbrautinni í bara hátt í áratug þegar við erum að fara í slík flókin verkefni. Þannig að Sundabrautin er ekki að fara að koma, og ef hún kemur, þá voru hún gríðarlega dýr, og hún kalla á það að það væri sett í vegtotahlið í Ártúnsbrekku sem allir þurfa að borga. Og því mikið, og annað sem gerir hann ennþá dýrari, það er líka það að þegar Sundabrautin er byggð, þá þarf að hanna hana fyrir alla umferðina sem kemur til með að koma langa framtíð. Þannig að það verður að yfirhanna þessa lausn. En til að leysa þetta, þá höfum við lagt upp með að það er til betri leiðir, og ein leið er að byggja bara einföld göng, þess að Hvalfjarðargöngin. Slík göng frá Laugarnesi yfir á Kjalarnes mun ekki kosta nema 30 milljóna, og fyrir slíka vegalengd og hversu mikil umferð er, þá er þetta rauninni sjálfbært verkefni, bara með svipuð veggjöld og nú eru notuð í Vaðlaheiðargöngunum. Og bara með þegar þessi vegtenging kemur, þá rauninni farið tvöfalt meiri styttingu út úr bænum heldur Sundabrautin gefur, og skyndilega opnast það risastórt byggingaland sem er ekki með 10 mínútna fjarlægð frá miðbæ Reykjavíkur. Hægt er að vera með fleiri göng tengd inn í sveitina og tengja ný hverfi, en bara samhliða fyrir umferð sem getur komið. Ein göng getur komið upp í Viðey og verið með landtengingu þar í land, taka alla umferð frá Grafarvogi, og önnur göng getur komið bara upp á Blikastaðalandi og tekið umferðina þaðan. Miklu styttra, miklu betra og miklu ódýrara. Og annar stór kostur við göng eins og Laugarnesgöngin er að það tekur mjög stutta tíma að komast svona göngum upp, og ætti ekki að taka nema kannski 4 ár. Og á þessum 4 árum væri hægt að byrja að byggja íbúðir og einbýlishús á Kjalarnesi og svæðin þar og tengja Reykjavík.